dag ætlum við að fara í seiðasleppingar í ánni með 50.000 seiði sem við ætlum að dreifa á æskileg búsvæði. Og erum aðeins að flýta ferlinu, þannig að þessi seiði eiga að lifa hérna í 2 ár, farast til sjávar, koma þá á 3. ári ef allt gengur vel upp. Þetta er þetta margra ára verkefni hjá okkur. Já, og núna erum við eiginlega komnir aðeins á undan með þetta, því að það var nú alltaf svona í byrjun var fiskifarveg eða fiskistíginn svona grunnurinn af þessu, að fiskurinn kæmi hérna upp og myndi rigna, en við erum konur á undan, þannig að þegar að stíginn kemur þá erum við bara tilbúið með fiskinn fullvaxta úr bara úr sjónum að koma í. Svona þetta, eins og svona á þetta að vera, sko. Árum saman, þetta er bara saman, móla. Það flæðir úr henni. Já. Bara setjum við þetta svona. Má sé að blanda kaffi hérna bara, má kaffirjóma út í þetta. Svona getur það verið bara í sólarhring. Flottur! Hefur leiðum að fara? Núna höfum við hug á því að stífla neðst í farveginum og veita vatni út í og búa þar til litla á og stöðuvatn sem verða þá æskileg uppeldis skilyrði fyrir laxinn. Stöðuvötn þau gefa af sér ákveðið lífríki og sem að smittar út í ána og áhrif eru jafnvel svona nokkra kílómetra niður eftir ánni. Það sem gerir líka með lónu og fleira það sem að gera þetta er bara fyrsti vísirinn af því að gera ána sjálfbæra á. En það tekur 10, 15, 20 ár þar til við fyrir að sjá alvöru afrakstur af þessu.